yes. Takk, Jesus. We put our trust in your name, Jesus. Able and save and deliver us. We put our trust in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Gaman að sjá ykkur hér í dag. Við erum komin til þess að lyfta upp nafni Guðs. Má ég heyra amen. Við erum komin til þess að þakka mig fyrir að við fengum enn einn daginn til þess að reyngja okkur nær honum. Halleluja. En þetta verst ársins. Auðmýkið ykkur fyrir drottni og hann mun upphefja ykkur. Jakobsbreið 4:10. Dásamlegt vers. Halleluja. En við ætlum að gefa honum dýrðin í dag því að hann verðugur. Halleluja, Jesus, við lofum þig og þökkum þig. Our God is mighty and marvelous. We put our trust in your name, Jesus. And nothing to fear, you are here. Put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. Steadfast and unmovable, nothing's impossible. It's our God, He reigns forever. Our God is in control, steadfast and unmovable, nothing's impossible. It's our God reigns. Hallelujah.
gefum þér dýrðin í dag, drottinn Jesús. Við elskum þig, drottinn, halleluja. Heilagur ertu við og við gefum þér dýrðin í dag, drottinn Jesús, halleluja. Helgist þig, drottinn Jesús. Þurfað elsku og ást sem aldrei bregst við. Guð sýndu miskunn mér. Allir fá ekki synda og elsku hans bjargar. Já, vonans mannkyn. Fluttan getur fjöllið, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann. Meili höfundur míns bjást, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Svo ég öll mín brot og syndir og hendur nýja mig. Féll mitt líf og fylgni, frelsari allt ég gef þér. Ég gefst þér einu. Fluttan getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann. Höfundur míns sjálfráls, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Jesús, fluttan getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann. Höfundur míns sjálfráls, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Lýsi ljósið, láttu heiminn sjá, syngur mann hann, Jesús, lýsi ljósið, láttu heiminn sjá. Syngur mann hann, segir öðrum frá. Láttu heiminn sjá. Syngur mann hann, segir öðrum frá. Jesús, fluttan getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann. Meili höfundur míns sjálfráls, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Jesús, fluttan getur fjöllin, hann frelsað getur hvern mann, frelsað getur hvern mann. Höfundur míns sjálfráls, því hann sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Lýsi ljósið, láttu heiminn sjá. Syngur mann hann, segir öðrum frá. Jesús, lýsi ljósið, láttu heiminn sjá.
ljósið, láttu heiminn sjá. Við syngjum sigurvann hann, segðu öðrum frá. Jesús, lýsir ljósið, láttu heiminn sjá. Við syngjum sigurvann hann, segðu öðrum frá. Jesús, lýsir ljósið, láttu heiminn sjá. Við syngjum sigurvann hann, segðu öðrum frá. Jesús, lýsir ljósið, láttu heiminn sjá. Við syngjum sigurvann hann, segðu öðrum frá. Takk Jesús, halleluja. Lýsir ljósið í þessum heimi, Drottinn. Lýsir ljósið, Drottinn minn, inn í okkur. Leyfðu ljósið þetta flæða frá okkur, Drottinn Jesús. Are you hurting, broken within, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst from the drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. He's indeed wonderful. Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before him, for he is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, what a Savior. He's indeed wonderful. Sing hallelujah.
to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Bear your cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. Heilagur ertu. Þakka þér fyrir, Drottinn minn, að þú ert hér í dag. Þú ert hér í dag, Drottinn Jesús. Takk, Jesú, fyrir blóð þitt. Was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across a great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the life
to my heart was the blood applied. Glory to His name. Vá, halleluja, dýrsi þér Jesús. Amen, hann hér í dag, má ég heyra amen. Halleluja. Yndislegt að sjá okkur, það eru margir fjarverandi vegna veikinda og í útlöndum hjá okkur í dag, en við látum það ekki hafa áhrif á okkur því að Drottinn hér og við erum hér samankomin í hans nafni, má ég heyra amen. Við ætlum að taka samskot í dag. Mér langaði bara til þess að lyfta upp nafni Jesú. Þetta lag hitti mig alveg á milli augnanna, ég verð nú bara að segja það. Dýrsi þér Jesús, halleluja, ég vil bara lyfta upp nafni Jesú. Rísum bara eins og fætur, halleluja. Ég vil bara þakka Guði fyrir það sem hann gerði á krossinum. Ég vil bara blessa hann hér í dag fyrir að hafa leyst okkur og fyrirgefa okkur syndirnar. Drottinn, ég bara kem fram fyrir þig, Drottinn, og ég lyfti upp þínu nafni, Drottinn. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú ert hér í dag, Drottinn. Og það engin eins og þú. Drottinn, ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú berð umhyggju fyrir okkur. Þú hjálpar okkur að ganga, Drottinn, beinar brautir, Drottinn. Og við viljum bara ganga í þínum vilja, Jesús. Og Drottinn, ég biði fyrir einum og sérkurum hér í dag, Drottinn. Hjálpa okkur, Drottinn, til þess að setja augu okkur á þig, Drottinn. Íklæðast þér á hverjum einasta degi. Og Drottinn, að við látum það sem að var, Drottinn, vera nákvæmlega það sem var, Drottinn. Að við seilumst eftir því sem framundan Drottinn. Og Drottinn, ég bið að gefa okkur kraft og ég bið að gefa okkur hugrekki til þess að stíga algjörlega inn í það sem að þú hefur fyrir okkur í dag. Og Drottinn, ég bara blessa einn og sér hvern sem að eru hér í dag og hlusta mál mitt. Og ég bið að þú fari fyrir kirkju þinni, Drottinn. Ég bið fyrir samskotunum, Drottinn, núna og ég bið að blessa og margfalda. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði. Amen. Thousand generation falling down to worship, to sing a song of ages to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, song forever to the Lamb. If you walked in freedom, if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. Sing a song forever and amen. And the angels cry, oh.
greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy.
Þvílíka dásamlega lofgjörn hér í dag. Og allir líðurinn sagði, halleluja, hvernig væri að gefa þessum snillingum gott klapp. Amen. Við þjóna hérna alla sunnudaga og gefa líf sitt til þess að lyfta upp nafni Drottins. Ég kann að meta það. Halleluja. Dýr sé þér Jesús. Those who need English translation, please, if you have something you can put in your ear, we're going to translate it into English. So please, if you don't have it, Siggi can get it to you. He's right there. Það eru tvær hérna aftast, ein aftast fyrirgefðu. Halleluja. Og allir líðurinn sagði, amen, halleluja, ef ekki að rísa á fætur. En svo fyndið, ég reglulega tala fyrirgefninguna. En það eins og alltaf því ég tala fyrirgefninguna þá minnir Drottinn mig á eitthvað sem ég á eftir að afgreiða í mínu lífi. Hann ekki trúfastur? Það bara þannig. Þegar maður byrjar að skoða orð hans, þá það lifandi og það kröftugt. Og hann veit alveg hvað við þurfum. Og hann setur okkur í svona aðstæður þar sem að hlutirnir koma upp á yfirborðið. Af hverju koma þeir upp á yfirborðið? Til þess að við getum afgreitt hlutina, til þess að við getum gefið Drottni það sem að hvílir á okkur. Og mig langar áður en við förum inn í orðið hér í dag að fá Gunnar til þess að koma og biðja fyrir orðinu. Það sem að ég vil biðja ykkur öllum að hafa í huga, að leyfa Drottni að eiga við hjart okkar. Og það mjög mikilvægt að við fáið að eiga við hjart okkar. Ef það eitthvað óuppgert í hjart okkar, að við fáum leið til þess að gefa Drottni það hér í dag, þannig að hann verði dýrlegur í okkar lífi, varðandi þessi mál sem við erum að fara í. Fyrir mig eitt reikningastað. Þetta eitt af mínum uppáhalds reikningastöðum í Biblíunni. Þetta Jesú að tala í Jóhannesarguðspjalli 15:11. Þetta hef ég talað til yðar, til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Okay. Hvaða fögnuð verið að tala um þarna? Það nefnilega þannig, þegar við rýnum í grískuna, þá kemur orðið fram í fögnuði þar sem sharak. Já, eða það. Og það þýðir einfaldlega náð. Fögnuðurinn sem Jesú að tala til okkar að við erum með fögnuð hans, það einfaldlega að þú hólpin fyrir náð en ekki fyrir þín eigin verk. Af því að það, enn og aftur, Jesú kom ekki til þess að við myndum halda áfram að lifa undir einhverju lögmáli. Það voru Galatamenn sem fengu flenginguna frá Páli að þeir héldu að halda áfram að lifa undir lögmáli sem að Jesú var búinn að frelsa okkur frá. Þannig að fögnuðurinn að þú hólpin fyrir náð en ekki fyrir þín eigin verk. Þú þarft ekki lengur á einhverju lögmáli að halda. Þannig að þetta fögnuður hans að við erum hólpin fyrir náð en ekki fyrir þín eigin verk. Takk Jesús fyrir náð þín og miskunn. Takk fyrir að við erum hólpin fyrir náð. Ég þakkar Jesús að það sem 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ertu mitt á meðal okkar. Þú ert vegurinn, sannleikurinn og þú ert lífið, Drottinn minn. Þú ert með okkur á þessari göngu, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir þitt lifandi orð sem beittari hverju tvíeggju sverði. Það smýgur í innstu sála lifandi merkja og þá dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans, Drottinn. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þín dýrð á alltaf fá skína gegn Jesús. Hvort sem það á tindur lífsins eða á dörum lífsins, þú átt alltaf skilið alla lofgjörð, Jesús. Og gefðu okkur, hjálpa okkur, Drottinn minn, að vera með opið hjarta fyrir því sem þú upp á að bjóða, Drottinn minn, að orð þitt megi komin í hjarta okkar og við megum umbreytast frá dýr til dýrðar, til sigurs, til enn meiri sigurs. Og ég bið Jesús að allir okkar göngu að gefa þér alla dýrðina í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Dýr sé þér Jesús. Efni prédikurinnar fyrirgefning. Og í vikunni þá var ég að drepast í bakinu, sem í sjálfu sér ekki í frásögu færandi. Ég fæ reglulega svona tak í bakið, sem gerir það verkum
að ég get ekki gert ákveðna hluti, ég þarf að hlífa mér við alls konar, þegar ég fyrir ræktina þá þarf ég að passa mig og þetta kemur mjög reglulega og ég veit hvað svarið er. Svarið mitt er að fara til sjúkraþjálfara míns og láta hann hnykkja bakið þannig að það verði eðlilegt á ný. Og það þarf ekki nema svona 2 hnykkingar og ég get farið að labba og gert eðlilega hluti aftur. Og það sama, vinir. Ég er kannski að nefna fáránlegt dæmi bara úr venjulega lífinu, en sálin virkar eins. Og Guð sem er læknir læknanna hefur boðið að þú vilt hafa heilbrigða sál og vinir, við erum andi, við höfum sál og við búum í líkama. Og það er svo mikilvægt að við leyfum andanum að stjórna en ekki sálin okkar eða líkamanum eða holdin okkar. Og þess vegna er svo mikilvægt á göngunum með Guði að leyfa Guði að tala til okkar, leyfa Guði að gefa okkur olíu á sárin okkar. Guð nefnilega þráir að lækna okkur. Og ég veit ekki með ykkur en ég hef verið á stað þar sem ég hef verið bara í góðum gír, ég hef verið að keyra eitthvað og svo hefur allt í einu eitthvað hringt í mig og það þarf ekki einum eitthvað pínu lítinn trigger. Og allt í einu er gleði mín algjörlega horfin. Út af því að það er eitthvað trigger í umhverfi mínum sem gerir það að verkum að ég er að upplifa jafnvel kvíða, ég er jafnvel að upplifa hræðslu, ég er jafnvel að upplifa vanlíðana tilfinningu eða eitthvað slíkt. Og vinir, þessi triggerar sýna okkur að það er ekki allt með feldu í sálarlífinu okkar. Þetta er að Guði gefið til þess að við getum komið með hlutina fram fyrir Drottinn, til þess að gefa honum það sem amar að okkur. Guð elskar okkur. Guð vill að okkur vegni vel á göngunum með sér. Hann vill að þú lifir lífi sem er í gnægð. Hann vill ekki að þú haltri til beggja hliða eins og maður eins og ég þegar ég er með illt í bakinu og ég get ekki stundað eðlilegt líf. Guð hefur lækningu fyrir okkur. Og Guð er fullkominn læknir og hann veit hvað við þurfum. Og hann kemur ekki bara sem einhver stormsveipur inn í líf okkar og lagar alla hluti í eitt skipti fyrir öll. Því að það held ég að myndi bara hreinlega ganga frá okkur. Þess vegna notar hann alls konar kringumstæður til að sýna fram á hvaða er í hjart okkur sem að þarf læknis við. Og vinir, ég veit ekki með ykkur en ég farði í gegnum lífið og það er alls konar hlutir sem hafa meitt mig. Bara hreinlega meitt mig. Ég er líka þannig, ég hef örugglega meitt einhverja aðra. Lífið er einfaldlega þannig, það eru alls konar áskoranir. Við erum brotið fólk í brotnum heimi og það býður upp á sársauka hvers konar. En vinir, Guð vil samt að við komum með sársauka okkar fram fyrir hann því að hann ber umhyggju fyrir okkur. Hann elskar okkur. Hann vill að við læknumst og við tökum á móti því sem að hann hefur fyrir okkur hverju sinni. Og Guð er góður og hann er trúfastur. Þess vegna kemur hann með kringumstæðnar til þess að sýna okkur fram á það að það er eitthvað í hjart okkar sem þarfnast lagfæringar við. Og ég vil ekki vera þessi manneskja sem að hunsa það þegar Guð er að pota í hjarta mitt. Ég vil leggja alla hluti fram fyrir hann því ég vil rata beinar brautir og ég vil lífa lífi sem er í gnægð. Halleluja. Má ég heyra amen. Þannig að mér langar til þess að fara hérna í fyrsta ritningarstaðin okkar sem við ætlum að byggja þessa predikun á sem er svona. Hvar er þetta? Já, þetta er hér. Í Efesus 4. kafla í 31. versi. Láti hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða, lastmæli vera fjarlægt ykkur og alla mannvorsku yfirleitt. Svo kemur hérna í versi 2, verið góðvilju hvert við annað, miskunnsöm. Fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur.
Og við þurfum að muna það, vinir, að Guð hefur í Kristi fyrirgefið okkur. Og það sem að Guð gefur okkur, hvað sem að það eru peninga, hvað sem að það eru kærleikur, hvað sem að það kann að vera, þá vill hann ekki bara að það stöðvist hjá okkur þá að vera eins og hringrás í líf okkar. Þegar Guð fyrirgefur okkur þá eigum við að vera fús til þess að fyrirgefa öðrum. Og ef við erum ekki með þessa hringrás lifandi í lífum okkar, að þá getur hjarta okkar orðið hart. Og margir hafa farið í gegnum kringumstæður sem eru bara það erfiðar, að það er erfitt að fyrirgefa þeir. En Guð vill að við leggjum alla hluti fram fyrir hann, því hann ber umhyggju fyrir okkur. Hann elskar okkur og við þurfum að muna það, vinir, að fyrirgefningin er ekki fyrir fólkið sem hefur brotið á okkur. Fyrirgefningin er fyrir mig. Hún gerir mig frjálsa. Hún leysir mig. Hún hjálpar mér til að leggja af alla bagga í mínu lífi og rata beinar brautir. Fyrirgefningin er fyrir þig. Halleluja. Má ég heyra amen. Halleluja. Takk Jesus. Sársauki nefnilega verður að reiði. Reiði verður að biturleika. Og biturleiki, vinir, verður að hörðu hjarta. Og það sem að gerist er að harða hjarta fyrir allt í einu að stjórna því hvernig við lifum. Hún fyrir að stjórna því hvernig við komum fram við fólk. Hún fyrir að stjórna því fyrir hverja við opnum hjart okkar fyrir. Hún fyrir að stjórna því hvernig við svörum. Hún fyrir að stjórna öll í kringum okkur og allt í einu fyrir við að ganga eins og ég gekk í vikunni. Við fyrir að forðast ákveðna hluti. Við hættum að gera ákveðna hluti út af þetta er bara triggerandi. Ég vil ekki hleypa neinum inn í harða hjarta mitt. Því að það myndi þýða að ég gæfi, þið vitið, fólki vald til þess að særa mig. Það er það sem að harða hjartað er. Það er biturleiki og við erum hrædd við sársauka umhverfisins. En það sem að Drottinn þráir að gera, hann þráir að gefa okkur hjarta úr holdi og blóði. Þannig að við getum tekið við orði hans. Þannig að við getum borið við ríkulegan ávöxt. 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan. Og vinir, við sem kristi fólk, við eigum að vera fljót að fyrirgefa. Út af því að við vitum að það er kraftur í fyrirgefningunni. Og við vitum að þegar Jesú fór upp á krossin þá fyrirgaf hann okkur. Og vinir, þess vegna eigum við vera fljóta að fyrirgefa. Við eigum að þakka Drottni fyrir alla kringumstæður. Við eigum að blessa hann í öllu, líka þegar fólk kemur illa fram við okkur. Af hverju? Því að hann er góður, alveg sama hvað. Ég ætla að segja þetta aftur, hann er góður, alveg sama hvað. Halleluja, hann er yndislegur. Þannig að sársaukin, hann endar í því að vera með hart hjarta. Og vinir, við getum ekki á göngunum með Guði haft hart hjarta. Af hverju? Því að þú munt aldrei meðtaka það orð sem að Guð hefur fyrir þig. Því að það þarf að fara í mjúkt hjarta. Ef það fer ekki í mjúkt hjarta, þá mun engin ávöxtur verða í okkar lífi. Þannig að fyrirgefning er lykilatriði til þess að lifa lífi sem er guðlegt og blessað. Og óvinurinn stundum heldur frá okkur fyrirgefningunni einfaldlega út af því hann veit hversu máttug og kröftug hún er. Og hann vill ræna frá því blessunni í því að segja við Drottinn, ég gerð þér þetta. Ég ætla ekki að horfa tilbaka, ég ætla að gefa þér þetta. Og vinir, ég trúi því að Guð ætlar að leysa fólk hérna í dag til þess að vera frjálst á göngunum með Guði, að það horfi fram á við en ekki tilbaka. Það ætlar að vera glatt í Guði, við ætlum að taka við því sem að Guð hefur fyrir okkur og við ætlum að lifa lífið sem er í gnægð. Má ég heyra amen. Halleluja. En þetta orð fyrirgefning, þetta er bara hreinlega erfitt orð. Og ég get alveg sagt það bara með sjálfa mig, það er ekkert endilega fagnaðar efni þegar einhver bendir mann á að maður þurfa að fyrirgefa. Það hefur nú verið gert fyrir mig og við mig. Það var einu sinni aðili sem bendi mér á, ég ætti bara eftir að fyrirgefa. Það er óþolandi þegar fólk segir það við okkur, já þú þarf bara að fyrirgefa.
það auðveldara sagt en gert í sumum tilvikum. Já, það bara þannig, vini. Og það sem að meira þetta ferli. Sumt hægt að fyrirgefa alveg leið. Einhver segir eitthvað við mann og svo bara biðst viðkomandi afsökunar og það stingur ekki svona djúpt. En það sem að stingur djúpt það sem að stendur manni næst. Þeir sem að standa manni næst hafa í rauninni getu til að særa mann hvað mest. Þið ekki sammála? Það ekki fólki hérna úti sem að særi mann, það fólki sem að stendur manni næst. En vinir, jafnvel í þeim kringumstæðum þá vill Guð gefa okkur leið til að fara þannig að við festumst ekki í sársauka okkar. Og mig langar til þess að fara í nokkur skref sem að við þurfum að taka þegar við erum að upplifa sársauka sem búið að vera lengi í hjarta okkar og hefur verið erfitt að sleppa. Og mig langar til þess að byrja á númer 1 sem ég ætla að fara í og það þetta: þú þarft að viðurkenna sársaukann. Halleluja. Þú þarft að viðurkenna sársaukann. Þú þarft að viðurkenna sársaukann. Má ég heyra amen? Ekki allir samfærir. Ég nefnilega, þegar ég gengi gegnum erfiðleika, þegar ykkur særi mig, þá mín leið að láta eins og ég hafi í rauninni ekki verið særð. Kannast eitthvað við þetta? Ég svolítið þar. Ég læt eins og viðkomandi hafi í rauninni ekki snert líf mitt, en samt hugsa ég það stöðulega en ég samt þykist eins og það hafi ekki áhrif á mig. Það ekki leiðin. Ég finna þegar Guð að setja svona þrýsting á mig, þá vill hann að ég viðurkenni hlutina, því hvernig getur hann borið mína byrðar ef ég vill ekki einu sinni viðurkenna að ég hafi einhverjar byrðar til þess að bera. Og vinir, það sannleikurinn sem að gerir okkur frjáls. Það sannleikurinn. Og það líka þannig fram fyrir Guði, við þurfum að viðurkenna sársauka okkar. Við þurfum að segja við Drottinn, veistu það, þegar ég var lítil þá gerðist þetta og ég læt eins og þetta hafi ekki haft áhrif á mig, en þetta við gert að verkum að ég farin að forðast þetta, ég farin að forðast þetta fólk, ég vil ekki gera þetta, Drottinn, viltu lækna þetta í hjarta mínu, ég viðurkenni að þetta hefur haft áhrif á líf mitt. Halleluja. Og ég skal alveg lofa ykkur það, þegar við erum í hreinskilni frammi fyrir Guði, að þá mun hann mæta okkur. Hann mun lækna okkur. Og hvað segir í orði hans? Það segir, þið fáið ekki bænasvörin því að þið biðjið illa. Og vinir, þegar við erum að biðja, þá þurfum við að vera nákvæm. Við þurfum að leggja hlutina fyrir Drottinn. Hann veit hvað að angra okkur. Og í staðinn fyrir að byrgja inni eða þykjast vera eitthvað sterk, komum með hlutina fram fyrir Drottinn og við segjum, Drottinn, þetta að trufla mig, ég bið að mæta mér. Og ég skal lofa ykkur því, ef þið komið í hreinskilni og í sannleika fram fyrir Drottinn, þá mun að lækna þessi sár. Hann hefur gert það fyrir mig. Halleluja. Og ég veit hann gerir það sama fyrir þig. Því hann magnaður. Halleluja. Sannleikurinn mun gera okkur frjáls. Í þessu dæmi vil ég nefna Jósef. Jósef, eins og þið vitið, var næst yngstur, hann var yngstur reyndar á þessum tímapunkti, 12 bræðra. Jósef dreymdi draum og hann dreymdi draum að bræður hans myndi beygja sig fyrir honum og hann fór að tjá sig þennan draum við bræður sínar og þeir fór að hata hann. Og Jósef, það endaði þannig að Jósef var hent í dýflissu og hann var seldur úr landi og hann fór í ánauð og það endaði með því að hann var komin í fangilsi, allt út af hatri bræðra hans við hann. Og hann var komin í ánauð nema hvað að Jósef hafði sérstakt hjartalag. Þegar hann heyrði að Faró hafi dreymt draum, að þá fékk Guð Jósef opinberuna á drauminum.
Og þeir sem hafði verið með Jósef í fangelsi mundu eftir að Jósef hafði verið að ráða drauma. Þannig að þeir tóku Jósef og fóru með hann fram fyrir faró og hann réði þennan mikilvæga draum sem að faró dreymdi. Og við þekkjum söguna. Draumurum var á þann hátt að það yrðu 7 mögur ár í landinu þar sem að yrði mikill uppskeru brestur, en fyrir þann tíma yrðu 7 góð ár, þannig að það þurfti að fylla hlöðurnar á korni til þess að gera fyrirbúnað fyrir þessi 7 ár sem að yrðu erfið. Halleluja, má ég heyra amen. Og þegar þannig komum við sögu að þá Jósef settur sem næst ráðandi í Egyptalandi. Hann fer úr því að vera í dýflissu, vera seldur í ánauð, endaði í fangils og við erum að tala margra ára tímabil. Sennilega bara 15 ára tímabil þar sem að hann var á eyðimerku göngu, búinn að vera hafnað, búinn að vera seldur af þeim sem að átt að þykja hvað mest vænt hann. Og þarna var komið hallæri í landinu. Hann var yfir öllum matarkistu Egyptalands. Og hallæri var ekki bara í kringum Egyptaland, heldur náði það alla leið til Júdu. Þar sem að bræður hans bjuggu og þeir fóru bónleiðina til hans, en þekkt hann ekki. Þeir þekkt ekki Jósef. Enda leit hann sennilega allt öðruvísi út að hann var bara ungur drengur þegar þau seldu hann. Og þau voru bara vissir að Jósef væri dáinn. Og mér langar til að lesa í 1. Mósebók í kafla 45 í vers 1 hvernig í rauninni Jósef bregst við bræðrum sínum og lesum hérna saman. Nú gat Jósef ekki lengur haft stjórn á tilfinningum sínum frammi fyrir hirmönnum sínum og skipa hann þeim að fara út. Enginn þeirra var því inni hjá honum þegar hann sagði bræðrum sínum hver hann væri. Og hvað gerist næst? Jósef brast í grát og grét svo hátt að Egyptar heyrðu það og fréttin barst höll Faraós. Þessi stóri mikli maður var með sársauka í lífi sinni sem var ekki búið að afgreiða. Og hvað gerir hann þegar hann kemur á ögurstundu? Hann fer að hágráta. Hann í rauninni fer að öskurgráta. Hafið þið verið á þeim stað að þið bara öskurgrátið? Ég verið þar. Takk Jesús. Halleluja. Og ég skal segja ykkur það, vinir. Það leysing í því að gráta. Þegar ég horfi tilbaka á mína göngu með Guði, þá hefur grátur bjargað lífi mínu. Það eitthvað sérstakt við það að gráta, vinir. Það eitthvað sem gerist við hjartað okkar þegar við leyfum Guði að eiga við það og við bara grátum frammi fyrir honum. Og vinir, þarna Jósef kominn á ögurstundu og í staðinn fyrir að hefna sín, þá grætur hann hástöfum og hann lætur bræður sína vita hver hann Á sama tíma Guð að mýkja hjarta Jósefs. Og þegar ég horfi tilbaka, vinir, fyrir cirka 12 árum síðan að þá gekk ég persónulega í gegnum mjög erfiða kringumstæður þar sem að ég upplifði fjölskyldu mína snúa baki við mér. Ég þurfti að taka erfiða ákvörðun og vitið það, leiðin sem að Guð fór með mig til þess að lækna hjarta mitt, til þess að ég geti staðið hér í dag, var grátur. Ég grét í tíma og ótíma. Ég þurfti að syrgja, ég þurfti að sleppa tökunum aftur og aftur og aftur. Og vinir, það oft talað að karlmenn eigi að gráta, en við eigum öll að gráta. Ekki láta segja ykkur það að það sé eitthvað rangt við það að gráta. Guð elskar tárin okkar. Og þegar við skoðum hetjur Biblíunar eins og til dæmis Davíð konung, þá grét hann oft frammi fyrir Guði. Og Davíð konungur var með alveg einstakt hjartalag og ég held að fólk sem fljótt að fyrirgefa fólk sem að getur grátið. Vinir, við þurfum að leyfa Guði að eiga við hjartað.
Við þurfum að gráta frammi fyrir Guði. Og þarna Jósef, orðinn þessi mikli maður, ennþá með sársauka í sínu lífi. Og hvað gerir hann? Hann grætur. Hann hreinskilinn við bræður sínar og hann grætur. Og hann segir við bræður sínar út af því að Guð var búinn að hafa áhrif á hjartans. Hann segir, það voru ekki þið sem að komu mér á þennan stað. Þetta var allt í vilja Guðs. Og vinir, það þarf styrk. Það þarf djörfung. Það þarf að sleppa tökunum til þess að sjá vilja Guðs í öllum svona hlutum. Halleluja. Og ég veit ekki með ykkur, en þegar ég horfi tilbaka, þá sé ég allt. Ég sé hvernig hendi Guðs var yfir öllu því sem við gerðum. Hann hefur leitt mig á annan stað og hann hefur gefið mér heilt hjarta á ný. Út að ég hef kosið að fylgja honum. Og hann vil gera það sama við þig, kæri vinur. Halleluja. Takk, Jesús. Þannig að gráta mjög gott. Látum ekki óþægilega tilfinningar og óuppgerða hluti setjast í hjarta okkar. Leifum því að koma upp á yfirborði, grátum fram fyrir Guði. Og ég að segja ykkur, allir sem að gerðu eitthvað magnað í Biblíunni, höfðu allir þetta hjartalag, voru fljótir að fyrirgefa, lögðu hlutina fram fyrir Drottinn og fengu lækningu. Og vinir, ef við ætlum að ganga inn í okkar köllun, þá getum við ekki verið það upptekin af fortíðinni að sársaukanum okkar, að við tökum ekki eftir því sem að Guð að gera fyrir okkur í dag. Og ég bið að Guð opinberi þetta fyrir okkur, að við séum ekki föst í fortíðinni, að við mættum opna hug okkur fyrir því sem að Drottinn að gera í dag. Má ég heyra amen. Halleluja. Þetta gott. Halleluja. Og ég ætla bara að segja ykkur það, talandi grát. Það líður alla samkoma án þess að ég bara gráti hérna eins og smábarn. Ég bara græt alla samkomur. Ég held þetta sé gjöf frá Guði. Ég virkilega held að grátur sé gjöf frá Guði. Ég bara trúi því. Guð hefur læknað mig þegar ég hef grátið. Og ég trúi að hann vilji gera það sama fyrir þig. Leifum tárunum að flæða. Þegar sársaukinn kemur, leifum tárunum að flæða í Jesú nafni. Númer 2. Hvað þurfa að gera til þess að verða heil? Til þess að gefa raunverulega Guði sársauka okkar. Til þess að læra að fyrirgefa. Númer 2. Að sleppa réttinum til þess að refsa. Þetta töff. Ég hef nú oft komið fram fyrir Drottinn og sagt, Drottinn, ég fyrirgef, en ég mun aldrei gleyma. Og ég ætla að láta viðkomandi pínu finna fyrir því. Ég ætla að gera þetta, ég ætla að vera svona fjötur fót, ég ætla sannarlega að láta hann finna fyrir því, hann einhvern tíma steig á mína tær. En vinir, samkvæmt Biblíunni, þá erum við að gefa Drottni heimild til þess að taka það vald af okkur og gefa Drottni valdið. Því að hann veit hvað við þurfum. Og þetta erfitt. Ég bara viðurkenni það. Og hérna vil ég nefna sérstaklega hjónabandið. Ég veit ekki hversu ofta ég hef sagt við alla að ég væri búin að fyrirgefa honum. En svo rifja ég upp eitthvað sem hann gerði fyrir 3, 4, 5 árum síðan og ég með dagsetningun á hreinu, ég með tímasetningun á hreinu og ég segi, Alli minn, þarna gerður þetta og þetta og þetta. Og ég rosalega góð í að muna hluti sem óæskilegt að muna. Þannig að þegar við segjumst ætla að fyrirgefa, þá þurfum við að gleyma. Alli bara, já, þú þarft að gleyma. Það nefnilega málið með mig, Alli í rauninni ætti að vera með miklu meira að skrifa niður, vera með miklu meira á hreinu og ég gerir meira það sem rangt í hjónabandinu heldur en Alli. En Alli fljótur að gleyma því sem ég gerir rangt. En ég minna hann á hvað hann gerði rangt. Og vinir, þegar við erum í hjónabandi og við erum alltaf að refsa maka okkar fyrir það sem hann gerði,
þá verður hjónabandið ekki heilbrigt og þú getur ekki gengið í takt. Þetta gildir sérstaklega við svona náin samskipti. Ég þarf að gera eins og drottinn Jesús Kristur, hann hendir syndinni og hann gleymir henni. Og þegar allir gerir eitthvað eða ekki sammála mér eitthvað tíman, að þá þarf ég að gleyma því. Í Jesú nafni, biðji ég fyrir mér. Halleluja, ég þarf að gleyma því. Halleluja. Þannig að við þurfum að sleppa hendinni af refsingunni. Og þetta sjáum við sérstaklega í Rómverjabréfinu í 12. kafla í 17. versi og við ætlum að fara í það. Gjaldið engum illt fyrir illt, stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna. Hafi frið við alla menn að því leiti sem það unnt og á ykkar valdi. Leitið ekki hefnda sjálf, mín elskuði. Þarna kemur þetta bara mjög skýrt. Leitið ekki hefnda. Láti reiði Guðs að refsa eins og ritað mín hefndin, ég mun endurgjalda, segir drottinn. Halleluja. Og bara áður en við höldum lengra áfram, að þá vil ég nefna nokkra hluti hvað fyrirgefning ekki. Margir nefnilega misskilja fyrirgefninguna. Halda fyrirgefning þýðir það að þú sért í rauninni að samþykkja einhvers konar ofbeldi sem beinist að þér. Það ekki fyrirgefning. Fyrirgefning ekki réttlæting á einu eða neinu sem að þú hefur gengið í gegnum. Það ekki fyrirgefning. Þegar Jesú fór á krossinn, þá sagði hann, Faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Og hann var ekki að segja, það sem að þeir að gera rétt. Ég á skilið að vera á krossinn, að það hefur enga svoleiðis þýðingu. Faðir fyrirgef þeim, hann vissi að hann átti að þjást, hann átti að deyja. Og hann átti síðan að rísa upp frá dauðum. Og ég reyndar held það, vinir, að ef við fyrirgefum ekki, þá upplifum við ekki þennan upprisu-kraft sem að Guð hefur fyrir okkur. Fyrirgefning hefur með upprisu-kraft að gera. Fyrirgefning hefur með það að gera að við deyjum sjálf okkur og við rísum upp í Kristi. Og hefði Jesú ekki sagt, Faðir fyrirgef þeim, því að eftir það sagði hann, það fullkomnað. Það lykilatriði fyrir okkur. Við eigum nefnilega að deyja og lifa drottni. Við eigum að deyja sjálf okkur og lifa drottni. Halleluja. Og nema við deyjum að þá getum við ekki lifað. Þannig að hlutir þurfa að deyja. Og meðal annars ófyrirgefning. En hvað fyrirgefning ekki? Réttlæting á gerðum annarra gegn þér. Það fyrirgefning ekki. Fyrirgefning ekki réttlæting á einhverju ofbeldisverki sem að þú hefur farið í gegnum. Það fyrirgefning ekki. Fyrirgefning ekki að viðkomandi sleppi við makleg málagjöld. Ef einhver hefur brotið á þér og hann fer í fangilsi, þá hefur fyrirgefningin þín ekkert með það að gera hvort hann eigi að fá refsingu fyrir það sem hann gerði. Það hefur ekkert með það að gera. Fyrirgefning þýðir ekki að þú þurfa að vera í stöðugum samskiptum við fólk sem hefur beitt ofbeldi. Og það kemur klárlega fram í þessum versum. Við eigum að stunda frið við alla menn eins og unnt. Og stundum, vinir, ekki unnt að vera í samskiptum við ákveðið fólk. Þá þurfum við að læra að fyrirgefa og halda áfram. Og hafa heilbrigð mörk í kringum líf okkar. Við eigum ekki að vera einhverja mottur fyrir fólk sem að vill ekki koma vel fram við okkur. Það fyrirgefning ekki. Þannig að ruglum ekki saman fyrirgefning sem fyrir okkur og réttlæting á einhverju ofbeldi sem aðrir hafa gert á okkar hlut. Því að það fer ekki saman. Halleluja. Fyrirgefning þýðir ekki að þú þurfa að deila lífi með viðkomandi. Og eins og ég segi, mjög margir misskilja fyrirgefninguna.
Haldi þetta sé einhvers konar réttlæting, haldandi það að þú þurfir að vera í samskipti við þann sem hefur kannski brotið á þér. Fyrirgefning hefur ekkert með það að gera. Fyrirgefning leysir þig úr fangelsi vondra tilfinninga. Fyrirgefning hefur það að gera með það að þú getur frjálst höfuð strokið og haldið áfram með líf þitt en ekki í skugga einhvers ofbeldis sem á þig hefur verið framið. Fyrirgefning hefur með það að gera að þú segir Drottinn, ég ætla að gefa þér þetta, þú ert réttlátur, þú ert dómari minn, það munu allir uppskera það sem þið sá. Halleluja. Þannig að fyrirgefning hefur fyrst og fremst með það að þú kýst að treysta Drottni framar þínu eigið hyggjuviti og leggja alla hluti við fætur hans sem ber umhyggju fyrir þér. Og fyrirgefning er kraftmikil. Meiri segir Jesú í bæninni sem að kenda okkur. Faðir fyrirgef, hvernig er þetta aftur? Förum með bænina. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldum nautum. Vitið þið hvað við vorum að biðja? Við vorum að biðja Guð að fyrirgefa okkur eins og við fyrirgefum öðrum. Ég ætla að segja þetta aftur. Með þessari bæn ertu að biðja Guð að fyrirgefa þér eins og þú fyrirgefur öðrum. Þannig að ef að hringrás fyrirgefningar er ekki í lífið þínu, þá getur ekki lifað sigrandi lífi. Þú getur ekki fengið allt frá Guði sem að Guð hefur fyrir þig. Og í dag, vinir, þá vil ég að við tökum ákvörðun og við tökum trúaskref. Fyrirgefning er ekki tilfinning. Þetta er ekki gæsahúð sem að kemur yfir og þú finnur, nú er ég tilbúin að fyrirgefa. Fyrirgefning er ákvörðun. Fyrirgefning er ákvörðun að Drottinn sé stærri og meiri heldur en mína kringumstæður. Fyrirgefning hefur með það að gera að ég treysti Guði umfram alla aðra. Og fyrirgefning er blessun fyrir mig. Má ég vera með? Halleluja. Númer 3, biðjið fyrir viðkomandi. Þetta er líka bara töluvert erfitt. En Mattheus 5:44 stendur, en ég segi yður, elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður. Já. Bænin er magnatól. Þegar þú ert í bæn frammi fyrir Drottni, þá á Drottinn við hjartað þitt. Og það sem að gerist þegar við leggjum óvinn okkar fram fyrir Drottinn, hann byrjar að skera af harða hjartað í líf okkar. Það gerist eitthvað við hjartalagið okkar þegar við erum að leggja óvinn okkar og þá sem hafa beitt okkur einhverju vondu og við erum að biðja fyrir þeim. Vitið hvað blessun þýðir? Blessun, við erum nefnilega ofta að biðja Guð að blessa þennan og hinn og sem við eigum að gera það. Blessun samt þýðir í grunninn vogaskálar. Þegar við erum að biðja Guð að blessa fólk, þá erum við í raun að segja Drottinn, þú þekkir hver viðkomandi er. Viltu hafa vogaskálarnar réttar í lífi viðkomandi? Þannig að þegar þú ert að blessa fólk, þá ert í raun að biðja Guð að leiðrétta stefnu þeirra. Þú ert að biðja Guð að gera það sem hann þarf að gera til þess að koma þeim á rétta braut. Og vinni, þegar við blessum, að þá erum við að biðja Guð sem að sér miklu, miklu meira en við sjáum. Og við erum að segja honum, Drottinn, viltu gera miklu, miklu meira heldur en ég geti nokkuð tíma gert. Og vinir, Guð er trúfastur. Hann er yndislegur. Hann er magnaður. Og hann vil lækna okkur. Þannig að leifum honum það. Þegar við erum að fara í gegnum hluti, biðjum, komum með viðkomandi fram fyrir Drottinn og segi, Drottinn, ég á erfitt með að fyrirgefa, en ég ætla að gefa þér þetta og ég biðjum að blessa þennan einstakling. Ég biðjum að þú eigir við hjarta þessa einstaklings. Þannig að hann hætti að vera svona andstyggilegur.
Takk, Jesús. Þetta voru mín orð. Þið þurfum ekki að nota sömu orð. Halleluja. Þannig í Jesú nafni biðjum fyrir viðkomandi. Biðjum að Guð eigi við hjarta viðkomandi. Ég ætla að fara hérna að lokum í Títus 3:9. Og það stendur svo: en forðast þú heimskulega þrætur og ættartölur, deilur og lögmálsdælur. Þær eru gagnslausar og til einskis. Þrætumanni skalt þú sneiða hjá, þú hefur einu sinni eða tvisvar ámyndan. Þetta gott. Vinni, ég er búin að segja þetta aftur og aftur. Við eigum ekki að vera vinir allra, það til tjóns. Þannig að lærum að reynslunni, höfum heilbrigð mörk, en fyrirgefum og verum fljót að fyrirgefa. Grátum fram fyrir Guði. Svo höldum við áfram í versi 10, þrætumanni skalt þú sneiða hjá, þú hefur einu sinni eða tvisvar ámyndan. Þú veist að slíkur maður rangsnúður og syndugur. Hann sjálfstæmdur. Halleluja. Þannig að leyfum Guð að vinna. Leyfum Guði að setja í hringinn okkar og í kringum okkur gott fólk. Þegar við lendum í erfiðleikum eða særundum, verum fljót að biðja Guð að hjálpa okkur að fyrirgefa. Tökum ákvörðun að fyrirgefa. Það sem að mér langar til þess að leggja alveg gríðarlega áherslu á í dag. Leyfum Guði að eiga við hjart okkar. Leyfum Guði að eiga við hjart okkar. Rísum að fætur. Og ég segi aftur, leyfum Guði að eiga við hjart okkar. Grátum fram fyrir Guði. Ég held í rauninni að það sé engin betri leið. Við sjáum þetta hjá Jósef. Þegar hann búinn að gráta og hann grætur á öllum lífs- og sálarkröftum. Þannig að allir heyrðu í kringum hann. Þá gat hann séð vilja Guðs. Og það var þá sem hann sagði við bræður sinnar, það voru ekki þið sem sendi mig hingað, það var Drottinn sjálfur. Því að hann hafði allan tíman stærra plan heldur en við skiljum. Og vinir, þegar við erum með mjúkt hjarta, þá þurfum við að skilja betur áætlun Guðs fyrir okkar líf. Þegar við erum með hart hjarta, þá verðum við cynical. Hvað gerðist? Drottinn. Halleluja.